Hæ, ég heiti Tóta og ég ætla að kenna ykkur að gera 2 drykki. Eitt sem heitir The Explorer og eitt sem heitir The Chatter. Fyrsti drykkurinn sem við ætlum að gera er skyrdrykkur. Virkilega einfaldur og við ætlum að byrja að setja bara 50 millilítra af lime juice. Svo erum við með 50 millilítra af vanillusírópi. Svo ætlum við að setja svona skyr, íslenskt skyr, vanillu. Getur haft að hvaða bragði sem en það bara fer eftir smekk hvern einstaklings. Og svo sjálfsögðu Ólafsson gin. Og það mjög skemmtilegt, sérstaklega þegar maður setur skyr í drykkinn sinn, þá blandast það þannig við áfengið að það kemur þessi mýkt inn í þetta og sérstaklega skyrið af því að það er svo mikil fita í því. Svo ætlum við að setja nóg af Ólafsson gini. 2 góð skot sem eru kannski svona 100 til 120 millilítrar. Svo ætlum við að henda klaka í þetta. Og hrista. Svo erum við kælt glas hérna. Alltaf sniðugt að kæla það fyrst, þannig að þetta sé ískaldur drykkur. Og svo ætlum við að double straina, eins og við kallum það, sem er one strain og svona fine strain. Þannig að við getum fengið muldna ísinn út og meðal annars svona skyrklekkina sem er þykkt inn í skyrinu, má segja. Svo ætlum við að skreyta þetta. Mjög mikilvægt að skreyta kokteilina sína, þannig að þau líta líka vel út en bragðast ekki bara vel. Og ég ætla að setja svona þurrkuð rósablöð. Þótt að ég mæli líka með að það sé mjög gott að setja svona súkkulaðiræmir, eins og suðusúkkulaði. Það er líka virkilega gott. Svona gott að fá það með, sérstaklega ef þú setur þetta í eftirdrykk. En svo er þetta líka bara ferskur og góður drykkur til að byrja gott fyrirpartí með, ekki? Gjörið svo vel. Þá ætlum við að gera næsta drykk sem heitir Chatter og þetta er drykkur sem ég myndi mæla með að gera fyrir hvern sem er. Þetta er svona eitthvað fyrir alla. Ég er búin að krossa niður engifer, hérna niður. Bara stappa engiferið að fá djúsin út úr honum. Og svo ætlum við að setja limesafa. Við ætlum að setja 50 millilítra á honum, alveg eins og síðast, og vanillusíróp. Þannig að það er að gera þessar 2 saman. Og svo næst ætlum við að setja Ólafsson gin. Og nóg af því. Svo bara hrista. Svo ætlum við að streyna þetta aftur vegna þess að við viljum ekki fá engifer í drykkinn.
ætlum við bæta smá klaka við og það er allt í lagi. Það er allt í lagi að drekka hann svona, það kemur mjög vel út. Mér persónulega finnst mjög næs að setja tónik eða eldfláarlíkjör, tónik eða engiferöl og svo að sjálfsögðu ætlum við að garnista þetta og þá ætlum við að setja rósmarín og það er líka mjög gott að brenna það smá til að fá lyktina. Jafnvel að vera með svona risastóran torch og bara brenna þetta alveg í döðlu. Svona og nokkur piparkorn. Svona. Það er drykkurinn fyrir fyrirpartíð. Gjörðu þið svo vel.